Ég trúi ekki að þetta sé rosalegt. Ég veit ekkert hvað ég ætla að segja, en ég verð að reyna að segja eitthvað þar sem ég formaður. Þetta lýðskrum. Ríkisstjórnin hefur ekki skilning á því sem hún að fjalla. Þeir sem sendu mig í frí vegna vanhæfis og spillingar. 90% af þjóðinni eru fáitar. Ég talaði við bændurnar. Og það reyndi sandi. 100% af þingheimi eru fáitar. Ég alveg til í að stíga til hliðar. Við þurfum ekkert að rannsaka þessa einkavæðingu. Af hverju var ekki hlustað á okkur framsóknarmenn? 20% afskriftir. Þetta var alveg frábært frí sem ég var í og ég tel að fleiri ættu að fara. Við í borgararhreyfingunni, óháður í vinstri grænum. Þetta erfitt. Þessi skýrsla bara að þvælast fyrir okkur. Þó svo að maðurinn minn hafi fengið nokkrar milljónir afskrifaðar, þá kemur það mér bara ekkert við. Eitthvað finnst mér eins og það sé yfir mér að dofna. Ég og stjórnin ætlum að endanlega sofna. Ég þekki norðmenn. Við þurfum náttúrulega að fara yfir þetta. Og við sjáumst á Katalínu. Þetta að segja á barnum, ekki á... Já, þú hefur kannski áhuga líka, en engin færinga, takk. Og þið vitið hvað þetta fyrir Hamraborgin, svart, húsið. Ég algjörlega ótengdur braskinu hjá Sjóvá. Þó svo ég hafi verið eigandi og með allt ákvörðunarvald, þá var ég ekkert tengdur því. Jæja, það alltaf að vera brjála hérna inni á þinginu. Við skulum fara inn og skoða. Þessi vinstri stjórn handónýt. Hér verður einhver að taka við sem getur stjórnað. Ég ætla bara ekki að gera það. Djöfull nenni ég þess ekki lengur. Af hverju má ég ekki ráða son minn? Hann eitthvað verri en aðri sinni? Ég ekki feitur. Þetta var alveg frábært frí. Sem getur stjórnað. Þá var ég ekkert tengdur. Hei, haldið þið kjafti. Finnst ykkur alveg eðlilegt að ropa hérna og röfla í ræðustólnum eins og af gömlum vana? Það ekki allt með feldi þegar útiberðan situr þingmaðurinn algjörlega geldur. Væri ekki skynsamlegt að hætta að berja hver á öðrum og hleypa loftjól sem pólitísku prumpufílu blöðurum. Á meðan skattmann, Loki og skrattanir skreita börnin okkar með hlekkjum út af skuldavanda byggðum á böðum með reikni skekkjum. Við viljum ekki heyrum fleiri afskriftir á lánunum hjá útvöldum líkingum skrúkrímunum, hjánunum, þessum sjúku púkum með kúkin upp á bakinu sem stungu síðan af og skildu þig eftir í brakinu. En æði miður, engin friður, okkur þarf að skera niður. Ójöfn þessi kaka alveg svaka, en við höfum líka hrakist fyrir á klakanum og komið sterkt tilbaka. Við sofnuðum að verði enn í kvöld skulum við vaka. Annarlega ástandi, við erum færri en íbúar en að götu í einhverju útlandi. Nokkur þúsund ræður eins og systur öll á bræður. Kynntum nýtt bál og blásum lífi gamla glæður. Nýtum okkur fámennið og tökum saman höndunum. Það líka allt í flokki í fullt af hinum löndunum. Í Portugal, Bretlandi, Írlandi, Grikklandi og ameríski draumurinn í dauða þeirrum Striklandi. En hér vil ég vera og beinin mín bera. Hér svo margt gott sem við verðum að gera. Þessi vísutölu krakki ekki vandamálapakki. Hann kynslóðinn sem allar sér að arfa allt heila klappið. Því framtíðin hún býður og framtíðin hún býður ekki upp á sömu mistök og við gerðum. Held nú síður, skrifum sögun upp á nýtt og snúum baki yfir gófunum. Dönsum út á götu og gefum hafa í lófunum. Kjólunum, hendi slæmum hugsunum og haldi rass í buxunum. Í innhverfum og úthverfum, í áramótapartíum. Faðmi alla frænkurnar og